Þá er komin að því að byrja að smíða vænginn. Og þegar maður gerir það, þá leggur maður yfirleitt alltaf teikninguna niður á borðið og smíðar vænginn ofan á henni til þess að rifin og annað lendi akkurat á réttum stað. Venjan er að maður finnur sér einhvers konar plastfilmu eða plast sem maður leggur ofan á teikninguna til þess að verja hana skemmdum svo ekki fari lím á hana. En með í kassanum, upprúllað inn í teikningunni, fylgdi þetta plast. Ég er nú búinn að setja saman flugmódel lengur en ég þori að muna. Ég hef aldrei áður séð plast með í teikningu eða kitti. Þetta er fyrsta skiptið. Hérna er ég núna búinn að hafa til það sem ég þarf til þess að setja saman annan vænghelminginn, allavega að byrja á því, fyrstu 2-3 skrefin. Það er náttúrulega vængrifin hérna. Ég er búinn að losa þau öll saman út úr brettinu sem þau voru á og hreinsa þau og pússa þau til. Þannig að nú get ég lagt þau á sína staði hérna. Og svo er hérna vængbiti sem kemur hér og afturbrún og frambrún. Eitt er áberandi í sambandi við afturbrúnina að það er alls ekki sama hvernig hún snýr. Það er mismunandi upp og niður og maður þarf að athuga vandlega hvað er upp, hvað er niður, hvað er inn, hvað er út áður en maður fer að tróða henni á. Það sem maður þarf að gera er að setja þennan krossvið hérna á sinn stað. Maður getur til dæmis notað títuprjóna til þess og síðan raða rifjónum upp á þetta. Og þetta fer bara saman eins og púsluspil. Þetta passar allt saman inn hvert á sinn stað og maður rennir þessu upp á svona. Síðan eru rifin með svona stóla undir, þannig að þegar þetta liggur á borðinu þá verður vængurinn alveg kórréttur. Engin hætta á það að verði einhverja vitleysa. Nú ætla ég að raða þessum rifjum upp á og líma þetta fast. Maður gæti notað svona lím á þetta, en mig langar til þess að hafa nægan tíma, svo ég ætla að nota þrælím. Þá set ég bara lím hérna á og renni þessu á sinn stað. Þurrka burt allt lím sem að gubbast út. Ég ætla að pinna þetta hérna niður á sinn stað hérna.
það er mikilvægt að þetta rif fylgi hallanum sem er hérna á, vegna þess að nú er þetta miðjurifið og það býr til aðhallan á vængnum sem þegar hann síðan fer saman. Þá kemur síðasta rifið og það fer hérna örlítið á ská. Svona. Og þess vegna er best að pinna það niður. Því miður sýnist mér að teikningin og útskurðurinn standast ekki alveg á. Teikningin virðist vera lengri heldur en efnið sem var þar. Ekki veit ég af hverju það er. En þar sem að allt dettur saman á onni raufar sem eru ekki fyrir, þá skiptir rauninni ekki máli að teikningin er ekki alveg rétt. Hérna sést hvað ég á við. Þetta er næstum því 2 cm munur. En nú eru rifin komin á sinn stað og við erum búin með skref 26 og getum þess vegna merkt við það.